Verið hjartanlega velkomin á þennan fund sem að beri yfirskriftina kraftaverka kraftur eða kraftaverka lækningakraftur heilans anda. Og þetta er efni sem kom til mín frá Jesú bara strax eftir síðasta fund og ég finn mjög sterkt hvað Guð hefur verið að vinna í mér eftir meðan ég var að vinna undirbúa þennan lestur og eitt af því sem ég skynjaði að Guð vildi að ég gerði var að segja söguna mína eða segja frá mínum svona vitnisburði eins og stundum það er kallað varðandi það hvernig ég fór frá því að vera mjög veikur einstaklingur með alls konar sjúkdóma og alls konar krónísk neikvæð einkenni, algjörlega trúlaus, hafði hafnað Guði og trúði ekki á Guð og trúði ekki á Jesú yfir að vera mjög heilbrigð, fá frelsi frá öllum þessum sjúkdómum, þessum veikindum sem voru að herja mig og vera orðin mjög trúið og heittrúið og Jesú hoppari eins og stundum kallast. Og þú byrjaði með þetta orð svona með tala neikvætt fólk með þessu orði svo þegar þú sjálf breyttist þá var þetta jákvætt orð hjá þér. Já, það hefur alltaf verið jákvætt en sumir trúa því að það sé eitthvað neikvætt. Það eru bara þeir sem hafi ekki fengið að kynnast Jesú Kristi og hver hann er. Og ég sem sagt byrja mjög ung að upplifa mikla vanlíðan. Ég ólst upp á heimili þar sem var svona alkoholismi og svona mikið rifrildi og svolítið mikið svona átök og bara svona erfitt umhverfi. Og ég byrjaði mjög snemma að finna fyrir vanlíðan innra með mér og það var svona helst þessi líðan að vilja vera, nú er fólk alveg að detta inn hérna á fullu, þessi líðan sem var í mér bara strax þegar ég var barn að vilja vera einhver önnur en ég var, þessi vanlíðan í eigin skinni, eins og mér hafi liðið illa í eigin skinni og ég vildi vera ljósærð, bláeygð, hafa freknur og heita Heiða og þessi vanlíðan fylgdi mér svolítið í gegnum barnæskuna og mjög snemma byrjaði ég að sækja í svona áhættuhegðun eins og að getur þú loka hurðinni? Mjög snemma byrjaði ég að sækja í alls konar svona óæskilega hegðun og ég var ekki nema 12 ára gömul þegar ég byrja að smakka áfengi. Og upp frá því þá hefst svona helgar eða svona sjoppufyllirí, ég veit ekki hvort að sé ykkur inni sem man eftir sjoppufylliríunum á gamla daga þegar það var svona keyptu landi og krakkandi fóru saman eitthvað út í eitthvað sjoppu og voru þar fyrir utan að drekka og strax svona frá fyrstu tíð að þá var alltaf eitthvað mjög bogið við mína drykki og það var bara augljóst að ég væri alkohólisti, þegar ég horfði tilbaka, það eiginlega gerðist bara strax. Og svo svona í gegnum unglingsárin þá svona þróaði ég með mér svona meiri og meiri og alvarlegri alkohólisma. Ég fór að nota harðari efni eins og kannabis og amfetamín og notaði það svona til að vega uppi á móti áfenginu til þess að verða ekki of drukkin. Og ég man eftir líka, ég lenti mjög oft í því að fá svona blackout þar sem ég vaknaði daginn eftir og ég bara myndi ekki neitt. Ég myndi ekkert hvað hefði gerst. Og þessi alkoholismi, samlega þessum alkoholisma, það var þessi ofboðslega brotna sjálfsmynd, þessi sjálfshöfnun og þetta sjálfshatur og þetta sjálfsniðrif, þar sem ég einhvern veginn trúði öllu slæmu sjálfa mig og trúði ég væri einskisvirði og einhvern veginn ætti ekkert gott skilið og sá sjálfa mig alltaf í svona mjög skökku dökku neikvæðu ljósi og þegar ég er svona komin á svolítið svona endastöð með minn alkoholisma að þá var ég eiginlega bara komin á þann stað að vera rúmliggjandi. Ég var bara rúmliggjandi alkoholisti og ég lá bara upp í rúmi, ég fór ekki út úr húsi nema til að ná mér í vín og þá bara byrjaði ég að drekka strax og ég vaknaði og svo bara drakk ég þar til ég datt út og ég drakk bara dræ og ég drakk bara sterkt og ég drakk mjög mikið landa og ég drakk landan dræ og ég man eftir einhvern tímann kom ég inn á Vog og ég hitti einhvern strák og satt og var að spjalla við hann og það var svona basic spurning bara já, hvernig neist þetta að koma og ég var eitthvað að segja frá þessi og hann var alveg, oh my god, bara varst að drekka landa dræ, bara þú veist ekki að þú getur bara, þetta er bara baneitra efni sem getur bara brent upp innyflin í þér, og ég bara, ég hafði ekkert spáð í því
hvað ég var að gera sjálfur mér, hversu mikið ég var að eitra fyrir sjálfur mér og hversu mikið ég var að skaða sjálfa mig og svona sjálfskaðandi hegðun og það kom alveg fyrir þótt að það hafi ekki gerst oft að ég var með aðra sjálfskaðandi hegðun eins og að skera mig að meiða sjálfa mig og þarna ég orðin sko 26 ára gömul og ég man að ég ligg þarna upp í rúmi og ég vakna einn morguninn í kvíðakasti og bara með dúndrandi hjartslátt og ég fann bara innan með mér að annarkvort yrði ég að hætta að drekka eða þá að ég myndi deyja. Og þegar ég lít tilbaka þá er ég svo sannfærð að einhver hafi verið að biðja fyrir mér. Jafnvel einhver sem að þekkti mig ekki neitt, einhver sem var bara einhvers staðar á samkomu eða heima hjá sér að biðja fyrir alkohólistum. Af því að það kom svo sterkt í mig þessi ákvörðun um að velja lífið, um að velja ljósið og það var þá sem ég fór að hefja svona mitt meðferðarbrölt og fram að þeim tímapunkti hafði skömmin verið svo yfirþyrmandi að ég gæti ekki hugsað mér að leita mér aðstoðar. Það var bara síðasta sort, bara að versta sem gæti gerst. Það var bara einhver myndi vita því að ég væri með alkohólisma og það var enn verra ef einhver myndi vita að ég væri með átröskun. Það var bara miklu meiri skömm fyrir mig og það tók mig miklu fleiri ár að í rauninni geta sagt frá því að ég hefði líka glímt við átröskun og ég glímdi við mjög alvarlega átröskun, ég glímdi við búlimíu og búlimía þannig að þú bara borðar og svo bara kastar öllu upp og stundum gerir þetta, þú veist, þeir sem eru alvarlega veikir af þessari átröskun, þeir gera þetta kannski oft á dag. Stundum fór bara heill dagur í þennan vítahring þar sem ég fór í gegnum þetta aftur og það er rosalegt niðurrif og mikið skömm og mikið vanlíðan sem fylgir þessu og mikið feluleikur og flótti. Þú ert ekki einhvern veginn, þú ert ekki hluti af samfélaginu. Þú tilheyrir ekki þessu samfélagi þar sem fólk sem er eðlilegt og venjulegt og heilbrigt. Þú ert einhvern veginn útur og bara fastur ofan í einhverjar myrkri holu. Þannig að þú veist, það var ekki nóg með það ég var að glíma við alkohólisma heldur líka þessa átröskun sem að mínu mati er náttúrulega í grunninn bara matafíkn, mjög sterk matafíkn og mataþráhyggja þar sem maður er að nota mat til þess að deyfa sig, þar sem maður er að nota mat til þess að flýja undan sársaukanum og undan myrkrinu sem maður er fastur í þegar maður bæði hefur ekki tekið guðun í lífsitt en líka þegar maður á svona ofboðslega óheilbrigt samband við sjálfan sig eins og ég átti og það var einn af lykilþáttunum sem að Guð sýndi mér að ég þyrfti að laga til þess að ég gæti orðið heilbrigð. Við getum aldrei orðið heilbrigð ef við erum í ofbeldissambandi við okkur sjálf, ef við erum að brjóta okkur niður, dæma okkur, ásaka okkur sjálf, hata okkur, hafna okkur, tuska okkur til og hvað þá ef við erum að koma svona fram við okkur sjálf daglega eins og ég gerði. Ég var rosalega kröfuhörð við sjálfa mig. Ég var með þvílíka fullkomnunar áráttu þar sem allt sem ég gerði átti að vera algjörlega fullkomið og ég átti alltaf sjálf að líta út og vera fullkomin og allt sem ég sagði átti að vera fullkomið og ef ég náði ekki þessum standard sem engin manneskja getur náð og Jesús Kristur er svo eini sem gat uppfyllt að þá braut ég sjálfa mig niður og barði mig niður fyrir það og ég bara koðnaði niður undan ílskunni í sjálfu mér. Þú veist, djöfullinn þurfti ekki einu sinni að gera þetta, ég bara var að gera þetta sjálf, við sjálfa mig. En auðvitað er það þannig að þegar maður er fastur í fíknisjúkdóma þá er maður í svona hjónabandi við Bakkus og þar var ég og það er mjög þungt og erfitt samband að vera í. En ég fer þarna og byrja mitt meðferðarbrölt og var eiginlega bara, þú veist, nær því að deyja heldur en að lifa og ég framvalda því að það átti ég mig á því. Þú veist, þegar ég fer þarna inn í meðferð fyrst þá bara hélt ég að, þú veist, ég myndi bara hætta að drekka og þá myndi allt vera frábært og allt bara lagast sjálfkrafa, þú veist, þannig ég var með algjöra ranghugmyndir þessi veikindi og hversu eðlustu voru. En það sem að gerist í framhaldi af því að ég fer að fara í AA og leita mér aðstæður er að ég fer að heyra á fundum fólk tala æðri mátt og ég hafði aldrei trúa á Guð, aldrei trúa á Jesú, aldrei trúa á æðri mátt og mitt viðhorf var bara ef ég sé það ekki það er það ekki til. Og á þessum fundi fór ég heyra æðri mátt og ég fór að vinna sporin. Ég sagði, ok, ég skal gera hvað sem er til að vera edrú nema trú á Guð. Það er eina sem ég ætla ekki að gera. Og það var alltaf það sem ég skildi eftir.
og þar að leiðandi hélt ég bara áfram að falla og ég gat ekki náð árangri eða orðið edrú fyrir en ég fór að trúa á Guð. Og það segir í sporunum, við fórum að trúa að æðri máttur geti gert okkur andlega heilbrigð að nýju. Og það var þessi trú sem að tók mörg ár að mótast inn í hjarta mitt sem endaði á að hjálpa mér að verða edrú. Og leið og ég fór að taka æðri máttin í líf mitt, þá fór ég loksins að ná árangri með edrúmennskunni. Og ég var þarna edrú en ég ennþá far og veik. Ég að glíma við átöskun, ég að glíma við algjörlega brotna sjálfsmynd og sjálfsættir, ég að glíma við kvíða, ég var að glíma við ofsakvíða, ég var að glíma við ofboðslega neikvætt, óheilbrigt hugafar, það sem var bara svona stormsveipur í hausnum á mér og endalausar hugsanir, neikvæðar hugsanir, alltaf hraðar hugsanir, alltaf margar hugsanir, það var bara svona öskrandi þvottavél í hausnum á mér alla daga og stundum settist ég bara niður og hélt ég væri að missa viti af því að það var bara eitthvað rifrildi í hausnum á mér sem ég réði ekki neitt við. Og á þessum tíma hafði ég ekki hugmynd hversu máttugar og hversu mikilvægar hugsanir okkar eru þegar kemur að okkar heilbrigði og okkar líðan. Ég bara hafði ekki hugmynd það að ég hefði eitthvað vald yfir þessum hugsunum eða þær væru orka eða kraftur sem hefði áhrif á það hvernig mér leiði eða hvernig heilsa mín var. Og það var ekki fyrr en ég fór að hlusta á predikanir, fyrir en ég fór að átta mig á að það væri, ég fór að virkilega kafa onni og leita lausnar og leita lækningar sem ég síðan fann eftir að ég fann Jesú Krist. Þannig að ég fer hérna, byrja með meðferðarbrölt í kringu 2012, edrúdagurinn minn 27. desember 2013 og þá var ég svona, já, búin að opna á það, já, ég tilbúin að, ég vil trúa á Guð, en ég trúi á Guð. Og á þessum tíma, ég vildi bara óska þess að einhver hefði sagt við mig bara, heyrðu, þú getur bara tekið ákvörðun að trúa. Að það að trú ákvörðun á val, en ég hafði ekki hugmynd það og þar að leiðandi beið ég bara beið eftir því að ég myndi byrja að trúa, en ég fann það samt innan með mér að það myndi koma. Þannig ég beið og smátt fór ég að trúa, en ekki fyrir en ég byrjaði að fara á hnén. Þannig að ég þurfti að gera eitthvað til þess að öðlast þessa trú. Það er ekki nóg og okkar samfélag við Guð, það byggir á samstarfi. Það er ekki þannig að við bara setjum og bíðum eftir að Guð komi og afhenda okkur allt á silfurfati. Við þurfum að gera okkar part, hann gerir sinn part og hann bregst aldrei. En við þurfum líka að gera okkar part. Og þegar ég byrjaði að fara á hnén, þá var ég að taka ákveðið trúarskref og þá fór ég að finna kraft Guðs í mínu lífi og þá fór ég að trúa meira. Og smátt fór ég að trúa meira. Og ég sagði, ok, ég trúa Guð. Síðan nokkrum árum seinna kynnist ég Einar og hann var svona algjör Jesúhoppari og ég alveg, ok, ég bara alveg virðingu fyrir því. En það var ekki fyrir mig. Og en svo sit ég eftir og ég er búin að fara í gegnum sporin og ég er að leita lækningar og það er ekki nóg með það, ég er að glíma við kvíða, ofsakvíða og öll þessi einkenni sem ég var að lýsa, jafnvel þótt ég væri búin að vera edrú í mörg ár og búin að fara í gegnum ofboðslega mikla sjálfsvinnu og meðferðir, heldur smátt fór ég að glíma við króniska verki, baki, hálsi, herðum og síþreytan var alltaf meiri og meiri. Ég bara vaknaði þreytt, ég var þreytt allan daginn, ég var alltaf þreytt og ég hafði ekki hugmynd af hverju. Og það virtist þannig að það var algjörlega sama við til hvaða sérfræðings ég leitaði. Það gat enginn sagt mér af hverju ég var svona veik eða hvað ég þurfti að gera til að læknast. Og það var sama hvert ég fór og ég var bara orðin óbúslega örvæntingarfull af því ég upplifði, hvernig get ég unnið, hvernig get ég lifa lífinu mínu þegar mér líður svona óbúslega illa. Og og það kom eitthvað svona augnablik þar sem ég var að biðja í bæn, bara biðja, og þarna á þessum tíma vissi ég ekki einu svona að Guð geti læknað, að Guð væri læknir, ég hafði ekki hugmynd það, ég bara þekkti ekki Guð eins og hann er. En það var eitthvað í bæninni minni sem var til þess að ég fór að kafa ofan í tengslin á milli hugafass og þess sem við trúum annars vegar og hins vegar heilsun okkar. Og ég fór að stunda huglauslu og bæn með þann ásetning að öðlast lækningu að fá bata. Og það sem ég gerði
var að ég byrjaði að setjast niður og stunda hugleiðslu í 5 mínútur á dag. Það var það fyrsta sem ég byrjaði að gera og ég settist niður og ég man eftir þessu, ég lokaði augunum og það var bara þvílíkur stormur í hausnum á mér og ég hugsaði með mér, þetta er ekki hægt að ná tökum á þessu hugafæri en ég gafst ekki upp og ég settist niður 5 mínútur á dag, alla daga og hverjum einasta degi og ég fór að hugsa, ég er með heilbrigt bak, mér líður vel í bakinu. Ég er með heilbrigt bak, mér líður vel í bakinu á sama tíma og ég var að drepast í bakinu. Ég var með svo mikla bakverki. Og ég byrjaði að þjálfa huga minn, þannig að ég byrjaði að hætta að hugsa hvað mér var illt og hvað mér líði illa og ég var að drepast og ég get ekki setið, ég get ekki staðið og allt þetta. Og ég fór í staðan að hugsa, mér líður vel í bakinu, ég er með heilbrigt bak, mér líður vel í bakinu, ég er með heilbrigt bak. Og mjög fljótt í þessari hugleiðslu, þá fær hugleiðslan bæði fór hún að lengjast í 7 mínútur, 10 mínútur, 15 mínútur, en ég fór líka að finna svona, eins og að væri svona straumar að fara í gegnum líkamann, eða þá bara allt í einu fór ég að gráta, eða þá ég fann rosalega mikið létti og ég fann að mér fór að líða betur eftir því sem ég þjálfaði hugafæri meira. Og síðan gerist það þegar ég er búin að vera í þessari hugleiðslu daglega í kannski svona einhverja vikur, að þá allt í einu þá hafði ég fundið einhverja hugleiðslu á YouTube sem að hét eitthvað Find your spiritual guide og ég alveg, eitthvað ég ætla að finna minn andlega leiðtoga og bara hver skyldi það vera og bara ég hafði ekki hugmynd hver það geti verið, bara kannski bara Búdda eða einhver englastríðsmaður eða eitthvað á að með alls konar, þú veist, einhverja getgátur, en það hvarflaði aldrei að mér að í þessari hugleiðslu að þá myndi sjálfur Jesús Kristur mæta mér í þvílíkri dýrð og þvílíku ljósi og bara, þú veist, ég tárast bara þegar ég hugsa þessa stund. Þetta var besta stund lífs míns og ég mun aldrei gleyma þessu og þegar ég sá hann koma að þá var ég svo hissa, ég var svo ofboðslega hissa, ég bara trúði þessu ekki að því að ég var það forhert, ég trúði ekki eins og að Jesús hefði verið til, ég trúði ekki eins og hann hefði gengið á jörðinni. Þú veist, þannig að þegar ég sé hann þarna og ég bara aldrei séð neitt jafn skýrt og jafn greinilega, hann var svona gylltur og hvítur og svona skínandi ljós og það var bara svo mikið kærleikur og friður og gleði og hann bara tók í höndina mína og við löbbuðum eitthvað saman og svo sett hann hendina sinna á hjarta mitt og þá byrjaði ég bara að gráta og ég bara grét og það var svona gleði, lækningagrátur og tár og bara, þú veist, og ég fann bara að ég elska hann og ég fann að hann var raunverulegur og þarna byrjaði ég að trúa á Jesú Krist og síðan að þetta gerðist að þá hef ég verið að fylgja honum og elta hann og þetta var 2019, þetta var vorið 2019 og ég hafi verið að leita lækningu, leita friði, leita heilbrigði, leita á öllum vitlausu stöðunum þegar allt þetta sem ég hafi verið að leita að er í Jesú Kristi. Og eftir þetta gerist hlutirnir mjög hratt og nokkrum mánuðum seinna var ég búin að öðlast lækningu frá kvíðanum, lækningu frá ofsakvíðan, lækningu frá verkjunum, lækningu frá þreytinni, lækningu frá brotnu sjálfsmyndinni og það gerðist ekki svona skyndileg kraftaverkalækning bara í einu vetfangi eins og Guð getur gert og Guð gerir og heldur leiddi Jesús mig skref fyrir skref í gegnum lækninguna, hann vildi sýna mér af hverju ég hefði verið svona veik og hann vildi sýna mér hvað ég þurfti að gera til að brjótast út í og það voru 3 meginrætur fyrir utan náttúrulega það að eiga ekki samfélag við Jesú Krist, það náttúrulega setur okkur inn í myrkrið og getur gert okkur veik og fyrsta rótin er svo hverju trúum við og í þessari rót felst hvernig samband eigum við okkur sjálf. Ef við erum að níðast á okkur sjálfum, brjóta okkur niður, dæma okkur, trúa því sem er neikvætt og ljótt okkur sjálf og líkamann okkar líka, að þá skapar það rosalegt myrkur innra með okkur og hleypir bara myrkrinu af, kvíðanum, þunglindinu, krónísku verkjunum, ég hataði líkaminni, ég var búin að berja líkamann minn áfram með refsingum og harðri hendi í mörg ár. Kýlan áfram í líkamsrækt,
Við erum með mjög stranga reglur mataræði og það eina sem að ég uppskar var ádröskun og krónískir verkir. Ég var aldrei ánægð með líkaminn, hann var aldrei nógu góður, aldrei nógu grannur, aldrei nógu fallegur og ég bara nýttist á honum og honum leið hræðilega, skiljanlega og þetta var eitt af því sem Guð var að sýna mér. Af hverju ég hafi verið með þessa ádröskun og þennan kvíða og hann var að leiða mig inn í heilbrigðara samband við sjálfa mig annars vegar og hins vegar við líkama minn. Það sem hann var að kenna mér að elska sjálfa mig, elska líkama minn, alveg svo hann gerir. Þegar við komum illa fram við okkur sjálf, þá erum við í rauninni í uppreisn gegn Guði, af því að Guð skapa okkur og við erum hans börn. Og við sem eigum börn hérna inni sjálf, eða barnabörn, við myndum aldrei vilja horfa upp á börnin okkar eða barnabörnin okkar, hata sig sjálf eða hafna sjálfum sér eða rífa sig, brjóta sig niður. Við horfum á þessu börn og við horfum á alltaf fallega og dásanum við sjáum hvað þetta er yndislega falleg augu og þetta. Við sjáum alla kostina, við sjáum alla hæfileikana og við horfum fram hjá hinu og við bendum á það sem horfi á þetta og það er nákvæmlega þannig sem að Guð tala við okkur og við eigum að trúa því okkur sjálf sem hann trúir okkur af því að það er sannleikurinn, af því að það sem Guð trúir er sannleikurinn. Þannig að mér langar svo líka í bæninu og eftir að við stígum þessi skref, að velja það að elska okkur sjálf, að velja það að trúa því sem er heilbrigt og fallegt og gott okkur sjálf. Og í þessu felst líka að við veljum hugsanir sem eru heilbriðar. Og það var önnur rótin sem að Guð sýndi mér að hugafarið okkar er svo ofboðslega mikilvægt, hver hugsun og orka og tilfinningar okkar eru orka, heilsan okkar eru orka. Ef við erum bara með stöðugar neikvæðar hugsanir, þá erum við að skapa kvíða og ótta hugsanir, skapa kvíða tilfinningar innan með okkur. Og Guð segir ekki óttast, Guð segir að við séum örugg af því að við lifum í honum, við hvílum í honum. Og það sem meira er að þessar hugsanir ekki bara að stýra því hvernig okkur líður, heldur líka að manifesta eða skapa líf okkar eins og það er. Og það eru svo mörg vers í Biblíunni sem fjalla nákvæmlega þetta. Við höfum talað þetta mikið. Ég mæli mig að hlusta á lestrana, þeir eru inn á Spotify eða YouTube undir Frelsiskirkjan sem að fjalla trúalækningu, orðin okkar og krafthugsanir. Bara hlustið á þessa lestra þar sem við fyrir mjög djúpt í hvernig við umbreytum hugarfarinn okkar og hvað Biblían og Guðs orð kennir okkur, hvernig við umbreytum hugarfarið okkar og það er gríðarlega mikilvægur boðskapur. Þannig að þegar ég fór að gera þetta, laga sambandi við sjálfa mig, umbreyta hugarfarinu mínu og svo þriðja rótin, fyrirgefa fortíðinni, að þá fór ég að öðlast þessa lækningu frá Guði. Og fyrirgefning er mjög biblíulegt og það er ofboðslega sterkt og magnað tól sem að gera okkur kleift að vera frjáls frá fortíðinni. Og þegar við neitum að fyrirgefa, þá þýðir það í fyrsta lagi það að við höfum ekki meðtekið fyrirgefninguna frá Guði. Þegar Jesús dó á krossi, þá fyrirgaf hann alla syndir, afmáði öll brot. En ef við höfum ekki tekið við því í trú, þá erum við ófær að gefa það áfram og fyrirgefa öðrum og sjálfum okkur. Og þegar við erum stödd þar, þá erum við bara full af áföllum og sársauka fortíðarinnar og það kraumar í hjartan okkar og innra með okkur og býr til vanlíðan og óheilbrigði innra með okkur. Þannig að það er þriðja rótið, það er fyrirgefningin, að fyrirgefa fortíðinni, fyrirgefa sjálfum okkur, fyrirgefa veikindunum, sjúkdómunum og svo framvegis og þannig öðlust við algjört frelsi. Og það var svo magna augnablik á einum tímapunkti í þessu bataferðalagi, þá allt í einu, og ég vissi ekki að þetta hefði verið gjöf frá Guði á þeim tíma, þá allt í einu fekk ég þessa fullvissun í hjarta mitt að ég væri að fara að læknast af krónísku verkjunum. Ég tjúnaðist öll upp, ég var svona glöð og spennt og ég byrjaði bara að segja öllum frá þessu. Ég byrjaði bara að labba allt og ég er að fara að læknast af bakverkjunum, ég er að fara að læknast öllum verkjunum bara eftir eina viku eða eitthvað. Og ég man að ég labbaði skrifstofuna og fór inn á allar skrifstofunar og var að segja öllum frá þessu. Og fólk bara horfði á mig bara já, eitthvað frábært, til hamingju. Og svo gerðist það, nokkrum vikum seinna, að ég læknaðist af þessu.
Og þegar ég var að lesa bókina sem ég var að sýna ykkur síðast, I Believe in Miracles, eftir Catherine Kuhlman, að þá var það einmitt þessi fullvissa og þessi trú og þessi eftirvænting sem að einkenndi svo mikið þessa einstaklinga sem að kraftaverka læknuðust í þessum frásögnum. Ég var að mæta á þessa samkomu og ég er að fara að læknast og Guð er að fara að lækna mig, ég er að fá heilbrigði mitt, og það var fólk sem var að glíma við mjög svæsna sjúkdóma, líkamlega fatlanir, eitthvað sem var búið að hrjáða frá fæðingu. Það skipti ekki máli hvað það var eða hversu alvarlegt það var, og það mætti og það læknaðist og það kom kraftaverka lækning. Og það er svo mikilvægt að við höfum svo trú, og jafnvel ef við höfum hana ekki, við bara biðjum Guð að gefa okkur hana. Guð gefur okkur hana, og allt í einu byrjaði að veðrast upp og finna þessa fullvissu og þessa trú innra með ykkur, og þá vitum við að kraftaverka lækningin er bara rétt handan við horni. Og það er einmitt þessi baslega trú, þar sem við erum í eftirvæntingu, í trú, við fyrir að vænta lækningarinnar, fyrir að bíða eftir henni. Það er sú trú sem að opnar fyrir kraftaverka, lækningakraft, Guðs eða heilags anda. En ég hafði aldrei getað gert neitt af þessu án Jesú Krists. Það var algjör forsenda fyrir því að Jesús er lækningin. Jesús er heilbrigð, og ef við höfum ekki hann innra með okkur, hans anda innra með okkur, þá getum við ekki verið þar. Og þegar ég horfi tilbaka í dag, að þá skynja ég að öll þessi sjúkdómssaga mín og öll þessi erfiðleika sem ég gekk í gegnum mín veikindi, þetta þjónaði tilgangi. Þetta þjónaði tilgangi að ég geti sagt frá þessu í dag. Í fyrsta lagi að koma mér til Guðs. Ég var bara svo ofboðslega forhert. Ég varð að næstu deyja til þess að geta brotið odda oflæti mínu og snúið mér til Guðs og verið tilbúin til þess. Af því að ég ætlaði bara að vera minn eigin Guð, og það er rosalega vondur staður að vera á, að vera sinn eigin Guð. En í öðru lagi að þá hefur Guð talað svo skýrt til mín að hann ætlar að nota þessa reynslu til að hjálpa öðrum, og það sagði hann við mig strax eftir að ég læknaðist þegar hann gaf mér sýn. Þá gaf Guð mér sýn að ég ætti að hjálpa öðrum, og þá fór ég að gera það. Og sú sýn hefur bara stækkað og þróast, og hún hefur leitt mig meðal annars hingað. Og við vitum það að Guð, hann vill lækna börnin sín. Hann vill það og hann getur það. Og við, hans börn, við má koma til hans fulla eftirvæntingu, fulla gleði, í fullu svo trú að hann muni lækna okkur. Amen. Og eins og ég sagði áðan, ef okkur vantar meiri trú, þá byggjum við Guð að gefa okkur hana, og hann gefur okkur hana. Og í Mattheus 18:3 versi sagði Jesús: sannlega segi ég yður, þér komist aldrei inn í himnaríki nema þér snúið við og verðið eins og börn. Og þarna er Jesús meðal annars að vísa í þessa trú sem að börn hafa. Þú veist, það þarf svo lítið til þess að þau trúi, og þau trúa svo auðveldlega á þess að hafa sannanir eða á þess að hafa séð það með eigin augum. Og Guð vill að við komum þannig til hans, fulla trú, fulla eftirvæntingu þetta ósýnilega sem að við viljum öðlast og höfum verið að biðja Og hann vill líka að við tölum það út í trú. Við tölum kraftaverkið, lækninguna sem við viljum fá, eða hvað það er sem við erum að bíða eftir í trú. Og í Sálmi 33, 9. versi segir: því að hann talaði og það varð, hann bauð, þá stóð á það. Hann talaði og það varð. Og það eru ótrúlega mörg svona vers í Biblíunni, og það segir líka Guð, við erum sköpuð í Guðs mynd. Þannig að þegar við tölum, þá verður það. Og Jóhannesar Guðspjalli 7. kafla 63. versi segir: það er andinn sem lífgar, maðurinn án hans megnar ekkert. Já. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Það er andinn sem að lífgar, það er andinn sem læknar, og án hans megnum við ekkert. Og þarna komum við inn á þennan kraftaverkamátt eða kraftaverkakraft heilags anda. Við getum ekkert gert án heilags anda. Meira að segja Jesús Kristur, þegar hann gekk á jörðinni, þá var hann sjálfur háður heilugum anda. Og hann sagði meðal annars: ég megna eigi að gera neitt að sjálfu mér. Og þarna var hann að vísa í það að hann þarf heilagan anda, og þurfti hann til þess að gera það sem hann gerði hérna á jörðinni. Og við sem trúum
og höfum öðlast þetta samfélag við Guð, við vitum það að Guð er okkar læknir. Og við vitum það að Guð er kraftaverka Guð. Hann er yfirnáttúrulegur, stórkostlegur, kraftaverka Guð. Og hann getur smellt fingrum og gert kraftaverk. Og hann getur gert það í mínu lífi og hann getur gert það í þínu lífi líka. Og það er svo mikilvægt að við þekkjum Guð sem slíkan, því að við upplifum Guð og eigum samfélag við hann í samræmi við það hvernig við þekkjum hann. Sem þýðir í samræmi við það hverju trúum við Guð. Og samfélag okkar við Guð byggir á trú. Til þess að við getum fengið og öðlast lofur Guðs, þá þurfum við að trúa til þess að geta tekið við því. Og lykillinn í kraftaverkunum og lækningunum er heilagur andi. Og heilagur andi þriðja persónan í hinum þríeina Guði, það er faðirinn sem er bara the big boss. Síðan er það sonurinn sem er Jesús Kristur og síðan er það heilagur andi og sem er andi Guðs. Og það var fyrir kraft heilags anda sem að Jesús var reistur upp frá dauðum. Það var kraftur heilags anda sem að vann það verk. Og það var fyrir kraft heilags anda sem að Jesús framkvæmdi öll kraftaverkin og lækningarnar þegar hann gekk jörðina. Og það er fyrir kraft heilags anda í hvert skipti sem einhver játar Jesús sem drottinn í trú. Og hann endurfæðist að það öðlast að nýjan anda fæddan af Guði og þar með inngönguna inn í himnaríki Guðs sem er langmesta og stærsta kraftaverki sem er að eiga sér stað á hverjum einsta degi allan heim. Og það er svo mikilvægt að við sækjumst eftir því að læra að þekka heilagan anda. Sækjumst eftir honum að kynnast honum. Heilagur andi persóna sem hefur hugsanir, hann tekur ákvarðanir, hann hefur vilja, hann hefur tilfinningar, gáfur, visku. Lærðu að þekkja hann, leitaðu til hans, taktu þér tíma og segja hæ, heilagur andi, ég vil þekkja þig. Sýndu mér hver þú ert. Leyfðu mér að finna kraftin, verka í mínu lífi, í minni heilsu. Og heilagur andi er andi Jesú Krists og honum eru engin takmörk sett. Og það er nákvæmlega sá andi sem að lifir innra með þér, þú sem ert endurfæddur. Af því að þegar að þú játar með munnun, þegar þú velur að trúa í hjartanu, þegar þú segir, Jesús, ég trúi því að þú sért Guð, og þú játar það með munnunum, þá kemur andi Guðs inn í andan þinn og endurfæðir hann og þú fær nýjan anda fæddan af Guð og það er heilagur andi, það er andi Guðs og við verðum eitt með Guði, við verðum eitt með Kristi, samgróin, sameinuð og ekkert getur gert okkur viðskila við Guð eða hans kærleika nokkuð tíma framar á ný. Og það er ekkert sem getur tekið þetta frá okkur þegar við erum búin að stíga þetta skref, þá gildir það að eilífu. Jafnvel þótt að seinna förum við út og klúðrum öllu eða dettum í það eða skýtum okkur upp á bak. Það skiptir ekki máli. Þá eigum við þetta líf í honum. Og þá eigum við líka og höfum aðgang að þessum kraftaverka krafti og þessum mætti heilags anda. Og þannig að við sem trúum höfum fengið og öðlast heilagan anda. Og í Jóhannesar Guðspjalli 3. kafla segir, sá sem kemur að ofan er yfir öllum. Svo segir hérna í 34. versi, sá sem Guð sendi talar Guðs orð, því ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elskar soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Þannig að ómælt gefur Guð andan, þar að segja heilagan anda. Þannig að hann hefur gefið okkur þennan heilagan anda og hann lifir innra með okkur. Og í Jóhannesar Guðspjalli 15. kafla 7. versi er lofar frá Guði og þar segir, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vexsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verið lærisveina mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig, verið stöðug í elsku minni. Hann segir, og þegar við erum í honum þegar við höfum endurfæðst og hann í okkur.
Og hann segir, biðjið hvað sem þið viljið og yður mun veitast, þetta lofar frá Guði. Guð getur ekki sagt ósatt. Það eina sem hann getur ekki gert, af því að Guð sannleikur. Og hér líka fjallaði með í Postulasögunni 1. kafla 8. versi, en þér munuð öðlast kraft, heilagur andi kemur yfir yður. Og í 1. Korintharbréf 3. kafla þá segir að við erum mustri Guðs og að andi Guðs býr í okkur. Þannig að þessi andi sem við höfum fengið frá Guði, þetta engin smá andi. Þetta andi Guðs. Þetta sá kraftur sem að reisti Jesú upp frá dauðum. Þetta krafturinn sem að gerði alla kraftaverka lækningar og hefur gert alla kraftaverka lækningar frá upphafi. Sá andi lifir í þér. Og við vinnum með heilugum anda meðal annars í gegnum trú og í gegnum bæn. Heilagur andi starfar innra með okkur og í gegnum okkar trú og í gegnum bæn. Og líka í gegnum orðin okkar, hvernig við tölum. Og í Mattheus 21. kafla, 22. versi segir, ef þið trúið, munið þið öðlast allt sem þið biðjið. Það að tala trú og bæn. Trú og bæn. Og í Jesaja 7. kafla 9. versi segir, standist trú þín ekki, standist þér alls ekki. Og þegar ég las þetta versi, bara vá, mér fannst þetta svo magna. Ef að trúin þín stendst ekki, þá mynd þú ekki standast. Af því að trúin svo ofboðslega sterkt afl innra með okkur og hefur svo mikil áhrif, hefur stýrandi áhrif á það, hvernig við erum. Mun ég standast það ekki. Ef ég fer út í trú, þá stendst ég. Ef ég fer út í vantrú, þá stendst ég ekki. Þannig að þessi spurning þarf að hljóma innra með okkur. Trúi ég því í hjarta mínu að Guð geti læknað mig? Trúi ég því að hann hafi vald yfir öllu? Trúi ég því að minn Guð sé kraftaverk Guð sem geti gert kraftaverk? Trúi ég því að Guð geti breytt kringumstæðum mínu? Beinum augum okkar og bæn til hans fremur en að leita í eitthvað annað fyrst. Í Lúkasi 1. kafla 37. versi segir, Guði engin hlutur megn. Og þegar ég fór að vinna með Guði í að hreinsa vantrú út úr hjartanu mínu, vá, þvílík vantrú alls konar, allt mögulegt og ómögulegt, meðal annars eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd Og við þurfum að vera tilbúin að skoða okkar eigi hjarta með Guði, en ekki vera ofljóta dæma, nei, heyrðu, ég trúi þessu, ég trúi ekki þessu. Spyrjum Guð, trúi ég þessu? Trúi ég þessu? En Guði svo sannarlega engin hlutur megn. Hann skapaði allt, hann hefur vald yfir öllu. Og það þannig, ef við trúum því ekki að Guð hafi vald yfir sjúkdómi okkar, eða veikindum, eða líkamlegri heilsu, þá verðum við að fara inn í hjarta og tékka það af. Við þurfum að trúa og biðja til að öðlast og kraftaverka kraftur heilags anda starfar þannig í okkar lífi. Og eitt af lykil atriðunum hérna þessi fókus á hann. Við höfum ekki fókus á kringumstæðurnar, ekki fókus á sjúkdóminn, ekki fókus á veikindin, ekki fókus á erfiðleikana eða þrengingarnar, fókus á hann. Og leitaði hans fyrst, og það segir í Mattheus 7. kafla 33. versi, leitaði fyrst hans ríkis og réttlætis og allt annað mun þar að auki veitast þér. Og við höfum að leita heilugum anda. Við höfum að sækja á hann. Við höfum að ofsækja hann. Amen. Keyra á hann. Og það þetta samband, hvernig samband eigum við hann. Og við megum líka spyrja okkur, hvar höfum við verið að leita lækningar? Höfum við verið að leita lækningar í ræktinni, í mat, í lyfjum, á internetinu? Guð sagði að leita fyrst míns ríkis og réttlætis. Og ég ekki að segja að þessi atriði sem ég var að nefna geti ekki verið hjálpleg þegar kemur að heilsufari, en ég að segja leitaði fyrst hans. Leitaði fyrst til Guðs. Leitaði fyrst til heilags anda. Af því að það heilagur andi sem að veiti kraftaverka, kraftin til lækningar og annara kraftaverka. Og það var svo sterk sagan konuna sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Ég veit að við flest þekkjum þessa sögu. Þegar hún var að berjast í gegnum múginn, sannfæri í trú, ef maður myndi bara geta snert
klæði Jesú að þá myndi hún læknast. Og í versinu segir að þegar konan snerti klæði hans, þá fór kraftur úr honum og hún læknaðist. Þá fór kraftur úr Jesú. Jesú vissi ekki einu svona af henni. Hann sá hann ekki fyrir hann eftir á. En leið að hún snerti klæðin, þá fór kraftur heilags anda úr Jesú Kristi og í þessa konu. Og hún læknaðist. Og þarna sagði Jesús við hana, hann sagði, hver snerti mig? Hver snerti mig? Því hann fann kraftin fara úr sér. Og svo þegar hann var búinn að koma auga á konuna, þá sagði Jesús við hana, trú hennar hefði læknað hana. Og þarna svo ofboðslega skýrt dæmi samspil trúar, fókus og kraftaverka lækningakraft heilags anda. Þarna konan trúði, hún horfði ekki á sjúkdóminn, hún horfði ekki á múginn sem að umkringdi Jesú Krist, hún horfði á Jesús. Og hún tróð sér í gegn. Amen. Og greip í klæðin hans. Og kraftur heilags anda fór í gegn í Jesú og inn í konuna og læknaðist. Og við höfum að vera í trú, horfa á Jesús, ekki sjúkdóminn, ekki veikindin, fókusa á Jesús og biðja hann það sem þú vilt öðlast og þú munt fá það. En hvenar, Guð, hvenar? Við fáum ekki alltaf að vita það og stundum þurfum að bíða og það getur verið erfitt. En það er hluti af þessu samfélagi sem við eigum við Guð, það getur verið biðin. En þá er svo mikilvægt aldrei gefast upp á að bíða eftir loforðum Guðs. Aldrei gefast upp á að bíða eftir því sem þú hefur beðið Guð Alveg sama hvað þér finnst þú eru búin að bíða lengi. Aldrei gefast upp að segja, Guð, mér er sama hversu lengi það er að bíða. Ég trúi því að ég muni fá þessa lækningu, ég ætla að trúa því að ég fá hann í dag. Ef hún kemur ekki í dag, þá ætla ég að trúa ef hún kemur á morgun. Ef hún kemur ekki á morgun, þá ætla ég að trúa hún komi næsta dag og svo framvegis. Amen. Í Jakobsbréfi 4. kafla, sem ber yfirskriftina auðmjúkum veitist náð, þar segir Jesús: af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal ykkar? Af hverju öðru en girndum ykkar sem heyja stríð í limum ykkar? Þið girnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið, en getið þó ekki öðlast. Þið berjist og stríðið. Þið eigið ekki af því að þið biðjið ekki. Það segir þið eigið ekki af því að þið biðjið ekki. Og oft er það spurningin erum við að biðja? Erum við að biðja og hvað erum við að biðja um? Erum við að biðja lækningu? Og erum við skýr það við Guð, hvað það er sem við viljum fá? Það er mjög merkileg saga í Markúsar Guðspjalli í 10. kafla sem segir frá Bartimaeus sem var blindur maður. Og þar segir í 47. versi: þeir komu til Jerikó og þegar Jesús fór út úr borgin ásamt lærisveinum sínum og miklu mannfjölda sat þar við veginn Bartimaeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa: sonur Davíðs, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir: sonur Davíðs, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði: kallið á hann. Þeir kalla á blinda manninn og segja við hann: vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Blindi maðurinn kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesús spurði hann: hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum: rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesús sagði við hann: far þú, trú þín hefur bjargað þér. Trú þín hefur bjargað þér. Aftur segja hann það sama og hann sagði við konuna sem hafði haft þennan blóðsjúkdóm í 12 ár. Hann sagði: trú þín hefur bjargað þér. En hann spurði: hvað viltu að ég geri fyrir þig? Hann vildi fá bænina. Af hverju skyldi hann hafa viljað það? Af því að heilagur andi starfar í gegnum bæn, í gegnum orð, í gegnum trú. Amen. Hvað vilt þú að heilagur andi geri fyrir þig? Og ertu að segja við hann: hjálpaðu mér að líða aðeins betur? Eða heilagur andi, mér líður alltaf svo illa, Eða ertu að segja: Guð, heilagur andi, nú vil ég fá allsherjar kraftaverka lækningu. Ég vil fá allsherjar kraftaverka lækningu. Eins og allir þessir einstaklingar sem að þú læknaðir, sem að læknuðir, sem er sagt frá í Biblíunni. Og miklu fleiri einstaklingar sem að hafa
læknast, kraftaverka læknast í gegnum tíðina. Hvað ert að segja við Guð varðandi þinn fjárhag? Ert að biðja 10.000 fyrir næstu bensínáfyllingu eða ert að biðja yfirflæðandi fjárhagslegar allsnættir svo þau eigir alltaf miklu meira en nóg? Og það ekkert erfiðara fyrir Guð almáttugan að svara stórri bæn heldur en lítilli bæn. Þannig að hvernig erum að biðja hvað og ekki vera hrædd eða hræddur að vera djörf eða djarfur og biðja stórt? Biðja mikið. Það má. Amen. Guð á allt. Hann hefur allt. Og í Efesus bréfinu, í 3. kafla 20. versi, það segir eitt af mínum uppáhaldsversum í allri Biblíunni. En í honum, það heilagur andi, sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Honum sé dýrð í kirkjunni og Kristi Jesú með öllum kynslóðum alda. Amen. Amen. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Og í ensku þýðingunni sem að mér finnst vera ennþá betur, það segir Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Það heilar andi sem starfar innra með okkur. Guð getur gefið miklu meira heldur en við höfum einu sinni ímyndunarafl til þess að ímynda okkur og við eigum að vera djörf í bæn og því sem við viljum fá. Amen. Og þessi kraftur heilags anda, við höfum aðgang á hann. Hann býr innan með okkur. Heiðraðu Guð með því að heiðra sjálfa þig, með því að elska sjálfa þig, með því að koma fram við sjálfa þig af virðingu og kærleika og gæsku og umbrölindi og hugsa og segja eingöngu það sem heilbrigt og fallegt þig, líkamanninn, þitt líf. Lifðu í andanum og leitaðu til hans. Talaði við hann og lærði að þekkja hann og sumar af mínum stórkostlegustu stundum í mínu lífi þegar ég tek frá bara 1-2 klukkustundir bara með honum. Leita til hans, hlusta á hann, knýja á hann, biðja hans nærveru og það bregst ekki alltaf eftir svona 10-20 mínútur þá fer ég að finna sterkt fyrir nærveru heilags anda og þá fer ég að gráta. Ég fer alltaf að gráta, ég finn fyrir honum að því að það bara svo mikið lækning og svo mikið kærleikur og svo mikið friður og bara nærveran svo ofboðslega mögnuð. Og það kemur svona læknandi grátur, þakklætisgrátur að því að heilagur andi, Jesús Kristur, það fallegasta og dýrmætasta og stórkostlegasta sem ég á og sem til í allri veröldinni. Og síðan síðasta atriði sem heilagur andi starfar í gegnum, það sýn og Guð vill gefa okkur sýn og það stundum nota orðið vitrun í Biblíunni en mér finnst betra að nota orðið sýn. Í ensku þýðingunni í Biblíunni orðið vision notað og sýn bara mynd sem við höfum í hjart okkar, í hug okkar, að okkur sjálfum, að lífinu okkar eins og við viljum að það verði. Þannig að við sem höfum kannski klímt við veikindi eða sjúkdóma, sýnin okkar þarf að vera af okkur þegar við erum orðin heilbrigð. Við þurfum að sjá það fyrir okkur. Hvernig lítur það út? Við þurfum að skrifa niður sýn. Og mér langaði til þess að, ég hélt ég myndi hafa aðeins meiri tíma til þess að skrifa niður sýnina með ykkur áður en við förum inn í hugleiðslu bænina, en þið getið gert það bara eftir fundinn eða morgun að skrifa sýnina niður. Í Habbakúk öðrum kafla segir Drottinn svaraði mér og sagði, skráð þú þessa vitrun eða sýn, skráð hann á töflur svo skýrt að hana megi lesa á hlaupum. Þú veist, við erum að skrá sýnir eitthvað svo sýnt að við erum eitthvað hlaup á fullu og við getum samt hort á það og séð hvað sýninni. Og svo segir þótt töf verði á, skaltu bíða engu síður því að þetta rætist vissulega og án tafar. Þetta rætist, þótt að veri töf á. Ég veit ekki með ykkur, en ég hef í mínu samfélagi við Guð upplifað oft
mjög mikla tafir og verið að bíða, en Guð er aldrei seinn. Hann er alltaf á réttum tíma. Það er bara við stundum sem erum óþolinmóð. Og það segir í Orðskviðum 29:18, það sem að engar vitranir eru, týnir fólk áttum. Er ekki líka einhvers staðar annars það sem segir að þeir sem hafa ekki sýn veslast upp? Jú, sko, það er í ensku biblíunni segir að the people will perish. Já, það veslast upp. Þannig að það er ennþá sterkara í ensku þýðingunni. Og ef við erum ekki búin að fá sýn frá Guði, Guð gefur okkur sýn. Við getum beðið hann að gefa okkur sýn. Ef við höfum ekki fengið sýn, þá byggjum við að gefa okkur sýn og meðan við erum að bíða eftir því að fá sýn frá Guði, þá bara sköpum við okkar eigin sýn. Við vitum alveg að það vilji Guðs að við séum heilbrigð og það að búti sýn fyrir okkar heilbrigði og okkar líf í heilbrigði, það er biblíulegt og guðlegt. Og þannig að við skrifum niður sýnina eins og hún sé staðreind í nútíð, eins og þetta sé þegar orðið. Þannig að við skrifum niður sýn eins og þetta sé þegar orðið. Ég er heilbrigð á líkama og sál og mér líður vel. Þegar ég vakna á morgnana er ég glöð, er ég glaður og ég finna að ég er orkumikil og kraftmikil. Þegar ég er að sinna börnunum mínu þá finn ég hvað ég er friðsæl eða friðsæl í hjartanu og mér líður vel og ég nýt stundarana með börnunum mínu. Ég er heilbrigð, líkaminn minn er heilbrigður, ég get hlaupið ég get auðveldlega gengið, ég get farið í göngutúra og ég finna mér líður vel í líkamanum á eftir. Hvernig lítur það út þegar þú ert búin að fá þína lækningu? Þegar kraftaverkið sem þú ert búin að vera að bíða eftir eða biðja er orðið. Hvernig lítur þú út? Hvernig líður þér? Hvað ertu að gera? Hvar ertu? Hvernig er lífið þitt? Það er sýnin. Og það er sýn sem að heilagur andi og kraftur hans starfar í gegnum. Og síðan sjáum við fyrir okkur þessa sýn. Við setjum hann í hjartað okkar og við ætlum að biðja Guð að gefa okkur þessa sýn. Núna í hugleiðslubæninni. Og þú munt sjá sýn. Þú munt sjá sýn af þér eða þínu lífi eða Jesú og einhverju sem hann er að gera. Það mun koma í hugleiðslunni. Og þannig að treystu Guði og gefðu heilugum anda tíma og samveru. Það eru enga bækur, engin námskeið, engin vinna. Það er ekkert, engin iðja sem getur gefið þér jafn mikið eins og þegar þú ert í nærveru heilags anda og ert að sækja sér eftir því. Þú færð nákvæmlega það sem þú þarft og svo miklu, miklu meira þegar þú gefið þér þann tíma. Og ef þú átt lausa stund, gefðu þér tíma, gefðu þér klukkutíma, gefðu þér 2 klukkutíma og verður bara ekki, ég er hérna, ég er komin, hæ, heilagur andi, komdu, vertu hjá mér, leið mér að finna og það mun gerast, það mun koma. Stundum býður maður í smá stund og þá allt í einu byrjar maður að finna fyrir því. Og svo þegar við erum komið með sýnina, að þá býðum við eftir kraftaverkinu, lækningunni í eftirvæntingu og gleði. Bara, er það að fara að gerast í dag? Er það að fara að gerast á morgun? Hvenær verður það? Hvernig? Amen. Amen. Þannig nú ætlum við að fara í hugleiðslubæn, klukkan er 5:50, við förum aðeins yfir tíman í kvöld. En við ætlum að gefa okkur tíma til þess að eiga þessa stund með heilugum anda, til þess að stíga þetta skref að elska okkur sjálf og heiðra okkur sjálf og heiðra þannig föður okkar á himnum. Við ætlum að knýja á heilagan anda og fara í bæn þar sem við ætlum að þekkja hann og við ætlum að biðja Guð að gefa okkur sýn. Svo þegar við erum búin að, örugglega fyrirgefa fortíðinni líka og svo þegar það er búið að þá, eftir hugleiðslubænina þá eru nokkra fyrirbænir sem hafa komið inn og við ætlum að biðja fyrir þeim sem hafa sendt þær inn og síðan munum við ljúka stundinni. Amen. Þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma þér þægilega fyrir, hvort sem þú liggur eða situr. Þú mátt bara draga djúpt inn andann og þegar þú blæst frá þá lokar augunum. Bara leyfa þér að finna að þú slakar á. Leyfa þér að finna að þú treystir heilugum anda. Og ef það er einhver sem er hérna inni eða einhver sem er að hlusta á upptökuna eftir á sem hefur ekki ennþá stigið það skref að
að endurfæðast og öðlast heilagan anda. Þá ætlum við að byrja á þeirri bæn núna. Og það er einfaldlega gert með því að taka ákvörðun að trúa. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því að þú ert Guð. Ég trúi því, Jesús, að þú lifir í dag. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að ég er þitt barn. Að þú hefur fyrirgefið syndir mínar. Í Jesú nafni. Nú ætlum ég bara að biðja að ímynda þér að þú svona sjáir sjálfa þig fyrir þér í huganum. Sjálfa þig eða sjálfan þig. Ég ætla að biðja að bara segja við þessa manneskju, fyrirgefðu. Ég fyrirgef þér. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að elska þig skilyrðislaust eins og þú ert. Og síðan ætla ég biðja að taka ákvörðun að bara afhenda sjálfan þig inn í ljósið til Jesú. Segja bara, þú lifir í ljósinu, í ljósi Jesú Krist. Og þú bara finnur að kemur svona léttir í hjartað. Síðan ætlum við að bjóða heilugum anda að koma til okkar. Komdu heilagur andi. Ég vil þekkja þig. Ég vil eiga samfélag og samband við þig. Ég vil elska þig. Takk heilagur andi fyrir lækninguna. Takk heilagur andi fyrir kraftaverkið sem þú ert að vinna í mér. Í minni heilsu núna. Síðan ætla ég að biðja að fylla hjartað þitt af gleði og eftirvæntingu fyrir því sem að kraftur heilags anda er að færa þér. Það segir í orðinu, leiti fyrst hans ríkis og réttlætis. Og núna ætlum við bara að beina fókusnum okkar að honum. Það sem við fókusum á, það stækkar, það vex í líf okkar. Því meira sem við fókusum á Jesús, því meira sem við fókusum á heilagan anda, því meira að því fáum inn í líf okkar.
Takk heilagur andi fyrir allar þessar yfirflæðandi allsnægtir sem að þú færir mér. Takk heilagur andi fyrir að lækna hugsanirnar mínar, hjarta mitt, sálina mína og líkama minn. Takk heilagur andi fyrir að gefa mér trú, fyrir að gefa mér fullvissu. Hver þú ert, lækningu og kraftaverk. Og ég gefi minn vilja upp til þín, heilagur andi, og ég beygi mig undir þinn vilja. Þér, Guð, engin hlutur megn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú tekur öll þessi vers sem við vorum að lesa, að þú tekur orð þitt og þú ritar það á hjarta okkar núna. Og ég bið þig, heilagur andi, að gefa mér sýn, sjáðu, Guð er með áætlun, Guð er með plan fyrir þig og þitt líf. Og sú áætlun, það plan er fullt af heilbrigði, allsnægtum, velgengni, ávöxtum, kærleika og friði og ljósi. Sjáðu, segir Drottinn. Og þú setur sýnina inn í hjartað þitt. Ég vil að trúa sýnina sem þú hefur gefið mér, Guð. Og ég tek á móti fyrirgefningunni þinni, Drottinn, inn í hjarta mitt núna.
Og þessi hugsun, þessi sannleikur, Guð getur allt. Það er svona krafthugsun sem á eftir að hljóma í hjartaniðinu. Þú ert eftir að taka eftir, allt í einu byrjar að tala þetta út. Guð getur allt. Guð getur allt. Guð er kraftaverka Guð. Guð er búinn að lækna mig. Og þú ert eftir að finna hvað er auðvelt fyrir þig að fókusa á hann, en ekki kringum stæðarnar. Þú finnir fyrir honum að skynja hann hvar sem þú ert og hvert sem þú ferð. Þetta gamla er farið og Guð er komið með eitthvað nýtt fyrir þig. Eitthvað spennandi og skemmtilegt. Amen. Við bara þökkum heilugum anda fyrir þessa stórkostlegu lækningu, fyrir þetta kraftaverk. Og bíðum núna í eftirvæntingu og gleði. Amen.